Já, við erum að halda áfram með verkefni 2C, krabbakerfi. Og ég hef bætt við hérna smá upplýsingum til þess að við getum leyst þetta betur. Og þurfum að útbúa samanburðarþætti fyrir þrýstinemann, B3. Því að þessi B3, hann að skynja hæðina í blandaranum, vatnshæðina, og við þurfum að setja inn nokkra þætti þar. Útbúum sem sagt útgang fyrir samanburðinn og það rauninni bara íbúl útgangur og þá segjum við hérna B3 spurning hvort við megum nota samansömmerkið, ég þarf að tékka á því. 3 sama sem segjum bara 40. Gengur það? Nei, það má ekki. Sjá, þá segi ég hérna 3 bara segja er 40. Það gengur. Síðan, já, þetta búl, kannski best að hafa þetta bara í búl. Ég held að það kæmi hérna strax. Svona, það kemur hérna. Síðan það 70. Það ekki, jú. B3 70. Síðan B3 90. 90%, þá erum við komin með nánast fullan blandarann og B3 minna en 5%, 5. Eða bara tómur. Ég skrifa bara B3 tómur. Tómur, það sem sagt 5%, já 5%. Og þennan samanburð þurfum við að setja upp þannig að hérna við erum með gildi bara frá 0 til 100, 100% þá blandarann algjörlega fullur, alveg upp í topp og þurfum bara að setja það inn á sleða eftir á í skjámyndinni og þá að útbúa þetta undir Logic og ég held að sé, já, það sennilega einfaldast þar. Segi bara New Section og segi hérna, setja þetta bara í latte diagram og skrifum inn samanburður segjum við OK og við hérna latter og þess að setja þetta hérna saman hérna og þá setjum við compare blokkirna hérna. Þú ert búinn að ná í þetta ekki? Já, verkefni og þú setur þetta bara inn í dataeditorinn. Ég smelti bara það og skrifa þetta. Ok.
þetta valið, þá fæ ég hérna compare block og set ég, þá þetta hérna 4 og útgangurinn hérna heitir þá þetta sem ég var að setja inn. Þá hérna efsti, segjum hér, þetta B3 B3 40, ok. Svo kemur hérna næsti. B3 70, ok, ok. Svo kemur B3 90 og þá hann dómur. B3 dómur, ok. Og svo setjum við samanburðinn og við segjum hérna þegar að náum í þetta hérna og það ENT, það B3, pressure blandara og þá segjum við OK og segjum bara meira inn, það shift og takkið við hliðina, meira inn, þegar það hérna 40, þá það virkur, apply, OK. Og B3, býtum við, B3 pressure, blandara, ok. Þegar hann meira en 70, þá það 70%, það hæsta gildi 100, setjum það. Og næsti B3 pressure blandara, ok, og meira en 90%, ok. Og síðast þegar að hann tómur. Þá segjum við hérna B3 pressure blandara, ok. Og þá það minna en 5. Þá hann tómur. Svona, þá höfum við allan samanburðinn hérna og þá að útbúa fyrst flæðiritið. Þá fæ ég aftur hérna produktbrowserinn og þá segi ég hér í Logic, hægri smellu Logic, segi New Section aftur og ég vel hérna Sequential Function Short, SFC. Það flæðirit og ég skrifa hérna þá blandari. Aðalega það að vinna í honum en dælist svo í sílóið. Segjum OK þetta. Það fáum við svona og ég ætla bara að á þetta hérna vinstra megin og þá ættum við að vera með nóg pláss. Jú, býtum við. Já, ekki, nei. Svona. Ég ætla að fara hérna, ná nokkrum stykkjum hér. Segi bara svona 4-5 stykki af þessu hér, smellið hérna á fyrsta reitinn og ég fer í View Expanded Display. Þá fæ ég þetta allt saman hérna. Fæ líka dataeditorinn aðeins nær mér og ég ætla að skipta skjánum aftur. Það þetta hér og skipta þessu aftur svona. Þannig að ég byrja á því fyrir blandaran, flæðirit fyrir blandara
að byrja með upphaf hérna. Fæ hérna músina, ventilinn. Skrifa bara upphaf. Og segi OK og síðan eru ræsiskilyrði hérna næst og þá myndi pækildæla fara í gang og við skrifum við það P-A-E-K-I-L, pækill og segjum OK hér og fara yfir í þetta action og setja þá M1 í gang. M1, OK, og ég set á hann hérna, set á mótorinn og segi hérna new action. M1 dæla frá pækiltanki í síló, það sem sagt, nei, það pækiltanki eftir að haka í initial step. Já, í upphafi og eftir að haka hérna við initial step, alveg rétt. Apply, OK. En þetta kemur við hérna í blandaranum, sko. Þá að segja hérna að M1 að dæla frá pækiltanki í síló. Já, það sem sagt. Það vendilega verið að meina þetta síló hérna, sko. En það fer þetta náttúrulega fyrst í blandarann. Þetta pækildælan hérna, M1. Og en M5 fer ekki í gang fyrir en að blandarinn búinn að gera sitt og þá dælir hún yfir í sílóið. Og þá þarf náttúrulega M6 líka að fara í gang. En byrjum hérna á þessu að til þess að þetta fari í gang, þá þurfum við hér að setja inn skilyrði. Hér þurfum við að hafa transition section. Og við látum þetta heita, við segjum bara hérna ræsiskilyrði, A-E. Segjum bara apply og þetta hérna þá ladder diagram. Veljum ladder diagram á þetta, segjum OK. Já, smöllum á edit. Og færum þetta hérna aðeins til. Hér verða sem sagt þá sko, við værum með miklu fleiri skilyrði hérna, sem sagt, það verður þá hliðtengt, því að þá þetta eins og pöntannar eru margar, sko. En núna erum við með pöntum frá 2 stöðum, bara til einföldunar, því að ekki hafa þetta allt of viðamikið og þá alveg nógu viðamikið fyrir því, nú þegar. Þá hefur þetta svona og hér ég þá með, ef við skoðum þetta hér, það P1, sem sagt, pöntun notandi 1 hérna. OK. Eða þetta færi líka í gang ef að
P2, pöntun notandi 2 og síðan væru hérna hliðtengt fleiri skilyrði inn ef að þetta væri fleiri, ef við hefum sett inn fleiri. Og í sjálfu sér þá þetta nóg, við getum, eins og segir hérna, kveikt á blöndunarkerfi. Það þá einhver rofi sem við höfum ekki sett inn í dataeditorinn, en maður getur bara sagt að þegar maður komið tölvun á run og við erum komin hérna upphaf, það sé þá þá eru búin að kveikja á blöndunarkerfinu í rauninni. Og sko virkpöntun frá sílói, þá þetta hérna virkpöntun frá sílói. Það þetta hér. Og þá fer ræsiskilyrði hérna í gang. Við getum alltaf stoppað sko þetta bara með lokunum hérna. Þegar komið nógu mikið af krabba, þá bara lokið, það bara lokað fyrir lokan hérna. En pöntunin komið hérna frá 2 notendum og þá þetta komið. Ræsiskilyrðin eru komin hérna. Og þá fer dælan M1 í gang og dælir hérna yfir í blandarann. Og náttúrulega Q4 þar að vera opinn. Það loftstýrt, þannig að það getur líka verið að það myndi tilheyra loftstýrikerfinu, en það væri líka hægt að blanda þessu þar inn í. Og þegar að hérna, sem sagt, við erum komin með virkapöntun frá sílói, þá pækildælan í gang og þrýstinemi í blandarinu hefur náðs óskildinu 40%, B3, þá segjum við hérna, það bara variable, þegar að B3 40, þá setjum við það hér, ok, þá fer vatnin á blandara, það Q2, þá setjum við Q2 inn og þá segir bara hérna vatn. Og sé ekki til hérna Q2, jú. Ok. Og setjum set á hann eða hvað þarf þess, eða nóg að sé bara í þessu skrefi. Vatnshæð náð, já það alveg nóg að sé bara í þessu skrefi, það bara none hérna. Þá segir bara new action hérna. Og þá þetta bara svona, ok. Og þegar þetta komið upp í 70, það variable, P 70, P3 70, þá segir við ok, og bara ok, að þá við komin með hérna, þá setjum við ísnýlinn í gang. Það M3 og M2 líka. Við sjá M3, ísnýll í gang. Já, þá fara bæði M3 og M2 í gang. Þá segir við hérna, bara skrifa upp ensku, ice. Við hefum ekki setja sér íslenska stafi í það. Og þá setjum við inn M2. Sníklar í ísgeymslu, ok, new action og M3, færiband frá sníklum, ok, new action og ok, þá þessir sníklar komnir í gang og
Þegar við erum komin með ís og hann er búinn að fylla þetta upp að 90%, þá er þetta svona, já, þá erum við með variable og þá náum við í P3 er 90%. Þannig að þetta yrði þá stillt af þannig að blöndunin yrði eðlileg. Það getur vel verið að þetta sé ekki raunhæft eins og staðan er núna. En hvað gerist þá? Og þá fer hræra í blandaranum í gang og gengur í 20 sekúndur. Þessi hræri í blandaranum heitir M4. Og þá segi hérna hræra. Ég segi bara hræra M4. Svona. Ok. Og þá er M4, hræra í blandara. Ok. Og helst hún nokkuð í gangi lengur en, já, 20 sekúndur hérna. Og setjum við hérna new action. Svo erum við búið til tíma hérna. Við vorum ekki búin að undirbúa það neitt hérna í þessu. Í data editornum þá segir hérna tími 1. Getum kallað það líka tími 20s en segjum bara tími 1 hérna og þá er það D hér og skrifum hérna 20s. Og við segjum hérna new action og þá þarf ég að skilgreina þennan tíma sem er sennilega ekki inni í kerfinu. Þá kemur hérna tími 1 og þetta er bool, ég ætla bara að setja hérna sem í bool, kemur svona upp. Ef þetta kemur ekki svona þá og hakka við hérna græna tikkmerkið og þá kemur hérna tími 1. Ég ætla strax að setja hérna tími 2 svo ef það væri eitthvað fleira sem við þurftum að setja inn sem tíma. Og hér sem sagt hræra stoppar og dæl af M5 dælir krabbeisílóið. Ok. Þá erum við komin að þessu hér. Það er þegar tíminn er liðinn. Það þurfum að bæta við hérna. Einhverjum 3, 4 eitthvað svoleiðis. Og þá segum við hér þegar tíminn er liðinn, T1. Ok. Þá stoppar hræran, hún gerir það vegna að hún var ekki með neitt set hérna, hún er með none. Hún gerir það sjálfkrafa og dæla M5 dælir krabbeisílóið. Þá kemur dæla M5 inn og þá segjum við bara dæla M5 og þá finnum við hana hérna M5 dælir og blandar í síló sem ok og síðan kemur bara skynjari B3 þegar þetta er tómt. Og þannig að þá hérna þá verðum við að setja set að vegna þess að þetta gengur aukalega. Við verðum að setja set á dæluna. Yes. Þá gerum við það svona. New action. Og svo kemur við bara
þessi þegar að B3 er tómur. Ok. Og þá er þetta bara dælir eða, já. Dælir. 5 sekúndur áfram. Það er bara auction. Og þá setjum við hérna þá er bara í rauninni þetta er inni áfram og í þessu skrefi þá setjum við bara inn tíma. D og þá finnum við T2. Ok. Og setjum við 5 sekúndur hérna. 5S og new action. Ok. Og þegar að þessi tími er liðinn, tökum við variable hérna, T2. Ok. Þá förum við í reset á dælu M5. Við getum kallað þetta M5 stopp. Og þá segjum við hérna reset M5, dæla úr blandar í silo, ok. Og new action. Ok. Hvað gerist næst? Þá fer kerfið í upphafsskref og bíður eftir næstu pöntum. Aha. Og það getum við gert þannig að við getum sett bara þegar að dælan er farin út. R5. Þá hérna setjum við hérna þessi hérna. Þetta setjum við invert hérna og setjum M5 þegar M5 er farin út. Já, þá náttúrulega við þurfum að vera með hræri í sílói náttúrulega. Spurning hvort við setjum hana kannski í gang. En það getum við líka sett annars staðar í hérna. Við getum sett það hér inn. En þó, það er kannski betra að sílóið sé bara, og svo stoppum við kannski hræruna þegar að það er hægt að panta eða eitthvað slíkt. Við höfum það frekar bara þannig í sér stýringu. Svo að þá kemur hérna M5. Þegar M5 er ekki lengur inni, það er not M5, að þá setjum við hérna stökk yfir í upphaf. Þá fer þetta bara í byrjun og bíður eftir að einhverju nýri í pöntun. Þá er í rauninni bara næsta skref að setja smá skjá í þetta og láta þetta virka. Það væri kannski gott að þegar að sílóið, eða þegar að M5 er búin að dæla upp á þetta, að þá getur maður verið með sko M7 þar í gang. Þegar þetta væri tómt. Þannig að þetta virðist vera hérna komið svona og við gætum í sjálfu sér bætt við öðru flæðiriti. Já, fyrir þetta hér.
því að þetta er rauninni bara fyrir pöntunina sko upp í sílóið og já, M7 þarf að fara í gang líka þegar að síló er komið með þegar að M5 er hætt að dæla. Sko, þannig að þá búum við bara til nýtt. Segjum hérna að þegar að segjum hérna logic new section það er bara í annað þá er það bara stjórnum hérna síló og dælum í kringum það sem sagt mótbótnum þar segjum okkur að það og já, til hamingju og hérna þá förum við í tökum hérna nokkur stykki fyrir það förum í expanded display og sjá hvort við getum ekki haft hérna eitthvað af þessu inni líka. Þannig að við segjum hér síló og það sem við látum gerast þar já, við höfum það náttúrulega förum í það þegar þarf að vera tvennt sem að já, það er ekkert sem að gerast hérna í byrjun sko nú, variable ok, þá vil ég láta það heita síló stýring eitthvað slags segjum ok og þegar að ég er með sem sagt þegar að dælan er komin í gang og við getum sagt hérna að ef að einhver pöntun er í gangi og að M5 sé í gangi að þá fari M6 í gang. Þannig að þá setjum við það sem hérna skilyrði hér inn. Þá er þetta transition section. Þá er það hérna start hérna var ekki M6 jú, start M6 og þetta er laddiagram og segjum ok á það þannig að það þarf að vera að sé pöntun í gangi og að M5 sé í gangi. Við erum með tvær, þannig að þetta þarf að vera hliðtengt hérna. Já, svona. Og þá segjum við hérna að þetta
M5 að þetta er að vera í gangi, þá eigum við að geta að fara að setja og pöntun er virk. Það er P1, pöntun notandi 1 eða pöntun notandi 2. Pöntun notandi 2, ok. Ef annarkvort er í gangi og dælan er að dæla úr blandaranum, þá setjum við hérna M6 í gang, þá er þetta komið. M6 gengur, þá segir hérna, þá setjum við bara set á hann held ég. Og þá er það M6, hræri sílói, ok. Og það er nýtt og þetta gengur þá alveg þar til að við stoppum með einhverju. Þess að hræran gengur og það er ok. Og síðan eru það hérna þá stöðvunar skilyrðin að þetta fari út. Ef það er ekkert stoppað þá heldur hérna hræran að þá fram að ganga. En ef við erum með stöðvun á segjum hérna það er gott að það sleppur sem edit á það, þetta er ladder-diagram sem ok, þetta er stopp pöntun og það er þá hérna þessi, ef það er sett inn hérna stopp pöntun á annarkvort 1 eða 2, þá ætti þetta að fara út. Þá segir hérna P1 stöðupöntun notandi 1, ok, ok, og Hérna Siggi, ég þarf að fara. já, Ég horfi bara á upptökuna. allt í fína. Ok, takk fyrir tímann. Ok, takk. P2 stöðupöntun notandi 2, ok, ok, og þá er þetta stopp pöntun. Það skilur uppfyllt og þá hérna þá myndum við bara fara í sílóstýring sko. Og þá startar hann aftur ef það kemur pöntun og mótor 5 er í gangi. Þá getum við bara sett stökk hér yfir í sílóstýring. Þá segir við hérna við veljum hérna sílóstýring. Ok. Þetta getur verið svona stutt slæðrit fyrir ýmislegt og þá er bara eftir að setja skjáinn. Og þá hérna ættum við að geta keyrt þetta. Þá fáum við hérna Project-browserinn og förum í Operator Screen hérna. Segjum New Screen hérna, ok. Og þá höfum við að setja upp skjá fyrir þetta.
Já, sjá. Við getum minkað þetta hérna aðeins. Það er gott að hafa dataeditorinn til að sjá hvað við erum með hérna. Og eins að það er gott að hafa þessi verkefni til hliðsjónar. Og áttu okkur á því hvernig best er að setja þetta inn. Við erum aðalega að nota hérna M1 og svo framvegis og síðan erum við með pöntun. Og þá er kannski gott að fara hérna í skjáinn og velja hérna push button. Þá setjum við þetta sem til dæmis hérna P1 pöntun notandi. Ok. Þá getum við sagt bara P1 pöntun hérna í textan. Og þetta er bara stutt merki. Ok. Copy. Já. Eða pöntun 2 hérna. Og við veljum hérna nýtt. Það er P2 pöntun notandi 2. Ok. Og það var P2 pöntun og ok. Þannig að þetta þarf að vera til staðar og síðan er það athugumálið hérna. Þá byrjum við þá að ræsa M1 og þá hérna merkjum við hann inn. Það er spurningum að reyna að setja svipað upp eins og setjum hérna M1 og setjum það í miðjuna og stekkum það svolítið upp. Ok. Og svo setjum við bara lit á bakvið þegar hann á að fara í gang og svo framvegis. Það er nokkra svona. Og síðan náttúrulega þurfum við að setja inn kannski meiri af stýringum. Þá í einhverju, annað ladder eða í funksjónblokkdiagram eða eitthvað. Og segjum þetta er þá M2 og svo framvegis. Ok, þetta var þarna í sílóinu. Getum náð í eitthvað sem að líkist sílóinu sko, en það er kannski þá förum við hérna í tools. Já, bara þurfum að búa til bara ladder diagram. Við getum sett þetta með það í lotsinn. Já, ladder diagram. Og bara skýra þetta með það. Já, bara setja hérna reglar. Já. Þá er þetta að skella þess. Finnum hérna compare og operate. Sko, þá hérna, það er best að reyna að færa þetta hérna til aðeins. En við hérna smá hliðsjón af fyrirmyndinni. Þá erum við hérna með, svo fyrst þetta hérna.
Já, fluids hérna. Þau tekið inn einhverja tanka hérna. Og það spurning, hvað gott að nota þessu hérna? Hérna kannski gott að hafa þetta sem síló. Og síðan spurning með blandarann. Svo sjá hvað þetta var hérna. Hérna þá það spurning hvað gott að hafa sem blandara. Það kannski allt í lagi bara þessi hérna. Hvar var aftur þetta Operator Screen Library? Það undir Tools. Tools, Operator Screen Library. Þannig að hérna, já, ég bara aðeins að hafa þetta pínlítið myndrænt, þannig að við hefðum svona örlítið það. Pækiltankurinn, hann líka hérna einhvers staðar. Spurning hvað ég hefði hann kannski einhvern veginn svona. Og reyna að dreifa þessu. Og reyna að skýra hvað hvað. Þá hérna, þetta bara svona til þess að við höfum eitthvað til að styðjast við í myndinni. Þannig getum við eitthvað aðeins. Við segjum að M1 þá hérna. M2 var fyrir ísinn og M3 líka. Og svo þannig að svo var það M4, það var raunin hérna inn í þessum. Hræran. Og M5 var dælan hérna milli og M6 var hræran hérna í þessu. Þannig að einhvern veginn svona getur maður sett þetta upp svona til þess að minna sig á þessa mynd hérna. Og þá hérna í rauninni bara að já, svo vantar okkur náttúrulega sleða, þá það í rauninni hæðin hérna og þá ætla ég að reyna að sé hægt að hafa sleðan sem sagt upp og niður. Það spurning, flip, align, nei flip, nei það vist ekki verið hægt. En þetta væri hæðin á þessu hér sko. Ég veit ekki, það kannski hægt að fara í ungroup á þessu og hérna fá þetta hérna út úr og fá hérna hæðin á þessu. Þannig að, já, við getum farið hérna í, þetta er integer, svo að pressure blandara, integer, sem ok. Og við getum haft hámarksgildið 100 og, já, 0, lægsta gildið. Og Þú getur breytt þarna layoutinu. Ertu að meina? Nei, í control. Þetta er layout horizontal. Já, ok, flott, takk fyrir það. Vertical,
Ok. Já, Úps. ok. Nei, þetta verður allt í lagi. Hörru, takk fyrir það. Þetta er alveg rétt hjá þér. En það er bara spurning, sko, ok, þá byrja ég hérna uppi og ok. Þá ætti ég að geta flip, nei. Rotate. Það er ekki víst, sko. Ok, hæðin í þessu. Þá hérna, ef ég fer hérna niður, þá ferum við kunni upp. Ok, ættum að prófa það. Þá er þetta hérna sama, sko. Þá, já, þá er þetta animation, þá er þetta P3, pressure-blandara, ok. Apply, ok. Og já, við skulum sjá hvort þetta sleppur. Svona. Já, þá er bara að útbúa merkingu undir, eða sem sagt, setja ef stóra kassa hérna á bakvið til þess að það sé komið í gang, sína að þetta er komið í gang. Ok, þetta er það sama og það gerir svona skjá. Já, fyrir 2C, sko, var ég að hugsa. En það er líka hægt að vinna þetta eftir á, sko, eftir vídeóinu. Og hérna sem sagt er þá animation, það er þá M1 hérna. M1 og þá erum við OK. Og þegar bitið er hár, þá ætlum við að hafa, ekki segja bara grænan sig í gangi. Full, apply, OK. Og OK, þá því að segja hérna order background. Og ég ætla að taka kopía af þessu hérna fyrir alla hérna. M2, M3, M4, M5 og M6, ok. Og hérna, já, pöntunin, hún var einhvers staðar hérna fyrir neðan, þannig að það kemur líka bara þá í svona röð, sko. Og hérna, þá er það svona, við líkjum það eftir myndinni hérna til hliðar. M1 var kominn, við getum bara farið að prófa að setja í gang og prófa þetta. Og svo farið bara eftir upptökuninni. Hérna er þá M2. Þá eyði ég þessu, næ M2. M2. Svo náttúrulega er eftir að setja upp, sko, smávegis viðbót, en ég held ég nái því ekki í dag. Það er bara að setja upp tvístöðuregli fyrir styrkinn á pæklinum til dæmis. Og þá, já, það er rétt, þetta verður M3. M3, ok. Og þetta er svona. Og background. Og síðan er ég með hérna M4 næst. Ég þessu út, fer í M4. Ok. Og setja hann á bakvið. Background. Svona, og M5 og M6 eftir, þá er þetta komið. Þá getum við sett í gang.
5. Já, býðu, M6 ekki komið inn hérna? Hvað setti ég það? Og background. Var ekki M6 komið? Jú, hérna, M6, hræra sílói. Ok. Apply, ok. Og order background. Svona. Þá ekkert annað eftir en að gera það dálítið seint að fara í Analyze og Build, bara allt saman. Síðan eftir að segja hérna, ég var reynda búinn að vista það áður en þið skulle endilega fara í að vista, smelli á Analyze og Build Changes hjá ykkur og fara í File, Save Archive. Ég let þetta heita 2C krabbakerfi. Segja Save hérna, yes. Og svo smelli ég á diskinn. Alltaf að vista þetta eftir að hann búinn að setja talsvert af efni inn í. Svona forrit. Og þá ætti þetta að vera bara að verða búið að vistast. Og ég ætla að skoða hvað gerist hérna með chart hérna. Og sjá. Hérna erum við með 2 mismunandi og prófa ég að setja þetta hérna í þessa röð. Já, ég ætla kannski að hafa þetta hérna fyrst. Velja fyrst skjáinn og síðan get ég minnkað hitt niður þar sem að tekur minna pláss. Og þá fylgist ég með þess svona og skjárinn tekur náttúrulega mesta plássið. Svona, og þá ég með þetta svona. Og það ætla að sjá hvernig þetta gengur. Setjum þetta í gang hérna. Það og run, sjáum hvort að þetta virkar eitthvað að einhverju leyti. Og sendum forritið niður. Setjum að run þegar það búið. Ok. Og það var eftir að kannski breyta líka hæðinni hérna. En ok. Við gerum það skjáin virkan. Ok, það verðist ganga. Ég set hérna pöntun í gang þannig að það kemur hérna pækildælan kemur inn og það hækkar hérna tankinum. Það verðist virka. Ok, Og hvað? Þegar hann kom upp í 40%, já. Það vantar kannski hérna smá upplýsingar hvað ég komið með hérna í tankinn. Sett hérna tölugitið hér. Næ í B3. Pressure.
Ok. Apply, ok. Jó, ég er komin akkurat í 40 og ef ég fer í 41 hérna, þá gerist eitthvað hérna. Þá kemur inn vatn og já, það vantar bara sem sagt Q2, það vantar Q2 hérna inn og þá fækkar þetta upp í 70 og örlítið fyrir ofan 70 þá hérna kemur ísinn inn. Það vantar að bæta við þennan Q2 sem segulokar fyrir vatnið inn í þetta. Og í rauninni þyrfti maður að í staðan fyrir þetta hér að vera bara með til að útbúa hermi fyrir þetta, að vera með teljara. Og ísinn kemur hérna inn og það hækkar og þar til að við erum komin upp í 90, fyrir 90% og þá fer hræran í blandarann í gang og gengur í ákveðin tíma, 20 sekúndur og þegar tíminn er liðinn að þá fer dælan í gang, M5, dælir yfir í sílóið, þá eftir að láta sílóið hækka í því og þegar það dælir úr þessum hérna, þannig að það minnkar hérna niður og það er komið undir 5 hérna, að þá gengur hún í smá tíma, 5 sekundur í viðbót og svo hættir hún og M6 ætti að koma inn ef að pöntun er í gangi. Já, M5 er komin út. Það fer ekki M6 í gang. Pöntunin, já, hún hefði þurft að vera inni. Það. Ok, ég var að keyra þetta bara aftur upp í það. Og láta tíman vera inni. Svona, M5 og hérna pöntun 1 er í gangi og þá fer hræran í gang og þá lækkar ennþá meira í þessu hérna. Sennilega væri betra fyrir mig að vera með pöntunina sko virka þannig að hún sé við flatsýn. Það er sennilega best. Og gera skjáinn aftur virkan, svo pöntun 2 hérna. Flatsýn, ok, það er sennilega einfaldast. Og hérna þá eru allavega í þessu tilfelli hér. Og síðan, þegar þetta komið niður fyrir 5% hérna, þá gengur sem sagt dælan aðeins lengur og stoppar svo og M6 gengur þar til að við stoppum pöntunina. Það vantar stopprófa fyrir það, bætum við þeim við og þá getum við stoppað þetta. Þá tækjum við þessa hérna út, já, svo sem það er eftir að gera það. En það sé rofar fyrir það. Sjá, getum við að taka hérna þetta. Á það virk. Myndin, að taka það úr virkni. Og já. Það er komin stopp á pöntunina sko. Þá setjum við hérna inn að P2 stöðupöntun 1. Ok. Og já, við erum að laga þetta hérna. P1 stopp. Svona. Ég held að þetta ætti að duga til að taka þetta út
og þá fæ ég P2 stopp hérna líka. En í rauninni þyrfti maður kannski setja bara stýringu hérna bak við þessa rofa, þannig að það er bara að vera með þrýstirofa, svo bara með set og síðan að reset þegar maður ítir á P1 stopp. Þannig að þá tökum við hinn notandann, P2, stöðaböndun notanda 2, OK, og þá segir við hérna P2 stopp. Svona, og þá gerum við skjáinn aftur virkan og þegar við stoppum hér, já, byrjum við, þá ætti, byrjum við, start, byrjum við, M6 gengur. Já, við glemdum að setja, já. Í sjálfsögur þá hérna er annarkot að setja hérna inn reset á M6 hérna uppi eða sleppa resetinni hér. Þannig þurfum við að fara inn í þetta hér, action, og taka hérna set út. Taka bara none, setja none hérna og fara í modify hér. Og apply, og yes. Og við hérna förum það aftur í analyze, build changes, yes. Þá er þetta það sem við förum yfir í dag. Sendi nýja skrá niður. Það kannski hefur þetta, já. Þetta er sennilega farið niður nú þegar. Og start M6 var náttúrulega áðan þegar að tankurinn var fullur. Og það var tími á þessu hérna á M4. Síðan kom hræra M5 í gang og þá fór M6. OK. Þetta var allt í lagi. Síðan þegar að minnkaði þessu hér, já, þá gengur M6. Og þá fór M5 út og þá getum við sett inn á stopp. Já. Hræra í sílói er ennþá inni. Já, það er spurning hvort að hérna, þetta hefur ekki gengið. Senda þetta hérna niður. Getur verið að það hefur ekki gengið. Við þurfum að senda þetta sérstaklega. Það er ekki verið að stoppa pöntun að þá ætti M6 að fara út. OK. Allavega þá var hann farin út núna. Þá getum við keyrt þetta aftur, setjum inn pöntun hérna, þá fer motor 1 í gang, það hækkar hérna í þessu og yfir 40. Þá fer þetta í gang, ísinn í gang og þegar við komum upp í 90, þá fer dæla M4 í gang, hræran í gang og gengur í 20 sekundur. Síðan er dæla M5 og eftir að tíminn er búinn og þá gátum við, já þá byrjuði M6, það er eins og hún sé bara forever inni. Jú, ég get stoppað hana augnablik hérna. En hún er ennþá, hún gengur hérna. Þú voru að taka P1 sem með latching, voru að taka það af. Já. Þú getur stoppað. Já, þarna get ég stoppað hana. Þá get ég stoppað pöntunina. Það er rétt. En þá virkar þetta í sjálfu sér, að mestu leyti.
Þannig að eina sem bara eftir að gera fínisera þetta eins til. Svo ég ætla að segja þetta gott, allavega að loka upptökunni og við erum allavega konir að mestu leyti með stýringuna í þessu. Eina eftir bara að setja hérna inn tvístöðarregli, það er hægt að bæta því við seinna og síðan regli fyrir hæð í pækiltanginum. Þennan tvístöðarregli og hæðin fyrir pækiltangin og ís í blandaranum. Það getur líka verið við bara sleppum þessu hérna vegna þess að þetta hérna ætti að stjórna því fyrir blandaran. Og þannig að þetta þarf ekki endilega að vera með en þetta getur við bætti við. Og síðan bara að klára eitthvað aðeins meiri viðbót í þessu hérna í skjánum, kannski hæðina í sílóinu til dæmis og eitthvað slíkt. Og síðan myndum við bara útbúa lýsingu og setja þetta í gang og skila inn nokkrum myndum af stöðunni. Þar sem þetta var í flæðiritinu, hvað er þetta statt í flæðiritinu og svo framvegis. Þannig að það eru þá nokkrar myndir sem eru þá í tengslu við þessa lýsingu hérna. En þá ætla ég bara að stoppa upptökuna núna.